Já, komið sæl. Hún ætlaði að verða nokkuð stíf vestanáttin sem að þessi lægð hérna stjórnar næsta sólarhringinn, einkum hérna norðvestan til á morgun, en síðan gengur þetta nú niður annan kvöld, en það stendur nú ekki lengi því að á sunnudaginn fái hérna nýja lægð upp á landinu og hún skilin frá henni mun síðan ganga yfir landið á sunnudaginum og á gamlastaga þá mun þessi lægð hérna stjórna hjá okkur veðrinu og eins og spár líta út núna að þá kemur til með að verða nokkuð hvöss norðanátt landið, norðvestanvert og síðan einnig allt norðanvert landið. En á hitasviðinu að það sjáum við að kalda loftið nú svona smá saman að taka öll völdin í kringum okkur. Það kemur nú smá hlýtungar hérna með sunnudagslægðinni, en hún kemur nú ekki til með að standa lengi og síðan svona hægt og rólega þá fer aftur að síga inn á kuldahliðina hjá okkur. En á morgun gert ráð fyrir suðvestanátt hjá okkur, nokkuð stífri og þá einkum landið norðvestanvert og það verður líka þungbúið landið vestanvert og má gera ráð fyrir því að það verður svona einhverjar skúrir eða slydduél eða jafnvel snjóél. En austan til aftur á móti gert ráð fyrir að verði mun bjartara veður og það svona heldur kalda í svona kólna hjá okkur og gert ráð fyrir að verði komið svona vægt frost nokkuð víða þegar kemur fram á morgundaginn. Nú síðan á sunnudeginum að þá kemur næsta lægð upp á landinu. Það fyrir nú væntanlega að snjóa hérna landið sunnanvert með morgninum, en síðan þegar skilin kom inn á landið þá ætti þetta nú að breytast í slyddu og jafnvel rigningu, en það nú orðið svona fremur kalt hjá okkur, þannig að það nú svona spurning hvenær úrkoman fer yfir rigninguna ef hún gerir það þá. En þessi skil að þau munum síðan ganga hérna norður eftir og á sunnudagskvöldi ætti að vera að fara að snjóa einnig landið norðanvert. En á gamlastaga þá eru spár að staðsetja lægðina hérna á suðvesturhorninu og það ansi hvass norðastrengurinn sem fylgir henni og gert ráð fyrir norðan stór hríð landið norðvestanvert. Lægðin kemur síðan til með að færa sig austurbóginn og eftir því sem að líður á daginn þá ætti þessi norðastrengur að færa sig einnig hérna austurbóginn, þannig að á gamlárskvöld að ef þessi spá gengur eftir að þá ætti nú að vera svona nokkuð slæmt veður landið norðanvert, en aftur á móti heldur skárra hérna sunnanlands. En það nú talsverð óvissa í þessum spám og það þarf ekki mikið til að þetta breytist, en svona allavega lítur staðan út núna. En síðan í kjölfarið þá kemur hæðarhryggur inn á landið og ef hann verður eitthvað fyrr á ferðinni þá gæti nú gamlárskvöldið orðið nokkuð gott hérna vestan til, en á nýjársdag allavega spár nokkuð sammála það að það verði komið fallegasta veður á landinu, hægþrýstisvæði og talsvert frost. En ef við lítum hérna aðeins til Evrópu að þá nú svona einhver lægð hérna við Danmörku og einhver rigning, en annars nú svona nokkuð bjart yfir, einkum hérna á Balkanskaganum og Ítalíu og sömu sögu má nú segja hérna Portúgal og Spán, þar sem að sést varla ský á lofti og einnig fínasta veður í Frakklandi, þó að það sé nú svona frekar þungt yfir svona norðan til. En ef við endum þessa spá á Kanaríum að þá gert ráð fyrir því að þar verði léttskýjað og hitatölur svona í kringum 20 stig. Segjum þetta gott að verið sæl.